Það var alltaf blundað pínlítið í mér að verða barþjónn eða afgreiða bjór og núna kannski draumurinn að verða að veruleika því fyrsta bjórgerðin hefur verið stofnuð á Suðurnesjum, litla brugghúsið. Það í Garðinum í Suðurnesjabæ. Skál fyrir því og við kíkjum inn. Hvert upphafið að litla brugghúsinu? Hvar fæddist þessi hugmynd? Það hafi ekki verið 2016 þegar kona sendi okkur á korpssuðunámskeið og þá var ekki aftur snúið. Svo hittum við Kristín í byrjun árs þegar við vorum að skoða búnað til að gera brugghús og þá runnum við saman í það og hann neitaði að bíða lengur með að starta brugghúsi. Við vorum konur með búnað sem vorum búin að vera að sanka að okkur og byrjaði að undirbúa og þá drifum við þetta af stað svona í miðju COVID-i. Það ekki svolítið sérstakt? Jú, þetta ekkert besti tíminn til að byrja á þessu, en við vildum bara ekki bíða lengur. Þetta búið að vera í rauninni í þessi 4 ár í fæðingu? Sko, kannski ekki á mér, hjá þeim tveim. Ég hef bara verið að dunda mér í þessu heima í einhver ár og svo Þeir vissu að því? Nei, við erum ekkert búin að þekkjast í 4 ár, sko. Við erum bara búin að þekkjast í, 1 ár núna. Kynntust á bjórhátíð í fyrra. En það bara leið ég vissi að þeir var í þessu pælingu. Það var bara, heyrðu, ég ætla að vera með. Markus, var ekkert mál að taka hann inn? Það var lítið mál. Smelt passaði bara. Þið allir hérna úr Garðinum? Já. Eða tengdir Garðinum? Já. En hvað þetta mikið mál? Þetta voðalega skemmtileg hugmynd yfir bjórglasi eða eitthvað að fara að stofna litla bjórverksmiðju eða bjórgerð kannski réttara orðið, en þetta nú eitthvað meira mál en það? Já, töluvert. Þetta alltaf gaman að skipuleggja og plana og eins og framkvæmdin alltaf miklu erfiðari. En þetta heppnaðist ágætlega og gengur vonandi bara allt saman upp. Ég er forvitin að vita, þið eru búin að sýna okkur 5 gerðir. Hvernig velum maður svona uppskriftir, ef við köllum þetta uppskriftir eða bjórgerðina? Já, þetta er svona bara hvað langar þær að búa þetta núna og hvað maður setur í þetta og svo bara hvernig stemmingin og svo smakkar maður það og þarf að bæta eða laga eða breyta einhverju og þannig að þetta er svona mismunandi, möguleikarnir eru endalausir í að fínstilla bjórinn og laga, þannig að þetta er vinna í að finna uppskrift sem maður er ánægður með og svo bara verður maður að reyna og halda áfram og bara ekki gefast upp. Byrjar að þið googla þetta? Já, það er alltaf fyrsta og svo náttúrulega fengum við upplýsingar á korpssuðunámskeiðinu og vorum búin að hitta fleiri líka í svipuðum hugleiðingum og fá ábendingar og þannig að þetta er mikið gaman að grúska í þessu. Þetta þarf að vera svolítið áhugamál, eða ekki? Þetta er ekkert nema áhugamál. Við sjáum ekki fram á það að verða ríkir á þessu. Þetta er bara því við höfum gaman að þessu. Það lítur að kosta eitthvað að starta svona. Þið eru búin að kaupa hús utan bjórgerðina líka? Já, við keyptum þetta hús. Það var svona byrjunin á þessu öllu. Og svo það búnaðurinn og það er bara, þetta telur allt. Ekki ódýrt áhugamál? Nei, þetta er ekki ódýrt áhugamál. Allavega ekki þegar maður farin úr bílskúrnum. Þú varst að dunda við þetta sjálfur eitthvað? Já, ég held að allir sem hafa gert brugghús hafa byrjað á þessu heima á sér. Markus, nöfnin eru mjög svona tengd Suðurnesjunum og Garðinum, þannig að þið viljið hafa þetta svona alvöru? Það er svona, viljum hafa einhverja tengingu náttúrulega og vilja vera með svona halda sögunni og þannig að þá var ákveðið að fara svolítið í gamla bækur og finna eitthvað svona sem á við svæðið og getum tengt við bjórana. Eru þið búin að liggja mörg kvöld yfir þessu? Já, ég held að það hefur mestu tími farið í nafnið á brugghúsinu, sko. En það er nöfnin á bjórana, þau eru auðveldari vinnslu. Það er líka náttúrulega alltaf margar tegundir og hægt að gera bara nýjan og nýjan. Þannig að Er lítið mál að búa til bjórurinn í dag? Hvað er þið lengi að búa til eina tegund? Hvenær er hún tilbúin frá því að þú byrjar að starta henni? Sko, með þessum tækjum sem við erum með núna, að geta gerjað undir þrýstingi, að þá
getur sett í gerjun og klára gerjun eftir kannski 2 vikur fyrir eftir hvaða bjór þú átt að gera og hann getur verið orðinn tilbúinn sem sagt, og karbaður sem sagt, með loftbólunum í. En svo getur verið að þú viljir láta hann sem sagt, kondísjona svo kallað til þess að fá rétt bragð og láta hann verða almennilegan. Hvað er þetta mikið sem að þið eru að framleiða hverri tegund? Við erum með leyfi til að framleiða 1000 lítra á mánuði núna og við erum ekki komnir yfir það ennþá, en við stefnum á að fara yfir það og það styttist í það vonandi. En við erum með 1000 lítra brætank sem við notum sem gerjunatank líka og þannig að við erum með 500 lítra í honum núna. Erum við að fara að sjá þetta í vínbúðinni? Já, við reiknum með þetta svona 2 vikur að við förum í vínbúðunar, eða sem sagt byrjum að sækja í vínbúðunum og förum að selja á bjorland.is líka og verðum jafnvel komnir inn á bjorland.is áður við náum inn í vínbúðunar. Það fer eftir því hvað umsóknarferlið inn í vínbúðuna tefur lengi. Þú segir okkur hvað Bjorland er? Bjorland er fyrirtæki sem er í samkeppni við vínbúðunar og það er nýja áfengisfrumvarpið sem er búið að tala og er að gera svona létta undir með litlum brugghúsum út á landi og er að hjálpa til við þannig að ef að koma ferðamenn til landsins og koma inn í brugghús og eru ánægð með bjór að sé átt að selja þeim bjór til að fara með heim og leyfa vinum sínum að smakka, segja frá ferðinni. Það þurfa ekki að fara í vínbúðina og þetta er svona hluti af þessari baráttu við kerfið eins og það er í dag, að mega ekki selja í lokuðum umbúðum út úr húsi þegar fólk er komið með vínveitingaleyfi. Nú er þetta búið að kosta ykkur einhverjar milljónir, þannig að þið þurfum að fara að selja og borga hobbyið ykkar. Ertu bjartsýnn að það gangi vel? Já, við hefum bara fengið mjög góðar undirtektir. Já, ég hugsa að þetta mun bara ganga vel. Þið eru búin að prófa að setja hérna á veitingahús í Reykjanesbæ, eða ekki? Jú, við vorum með 1 bjór á Pattís, hann er reyndar orðinn uppseldur í dag og við erum ekki með meira tilbúið. En eftir 2 vikur þá fær almenningur aftur að smakka. Og ertu bjartsýnn á að þessu verði vel tekið, svona meðal Suðurnesjamenn allavega? Já, hingað til höfum við bara fengið frábæra móttökur, þannig að ég bara er ekki nokkrum vafa. Eru þið búin að vera að nota fjölskyldu eða vini til þess að smakka með ykkur? Já, það fengið alltaf einhverja til að fá viðbrögð og þetta er náttúrulega stór hluti af því að heyra hvernig öðrum finnst bjórinn, að maður sé ekki bara einn sem er ánægður með hann. Við höfum alveg gert svoleiðis bjóra og við höfum verið mjög ánægðir með þá en það falla kannski ekki grammi á öðrum. En við reynum alltaf að gera bjóra sem okkur finnst gaman að gera og okkur finnst gaman að drekka. Höfðu þið líka mikinn áhuga á bjóri eins og Kristinn? Áður en við fórum í þetta? Já. Alveg síðan að við fórum einmitt á þetta kortsuðurnámskeið þá var náttúrulega bara búið að vera að stúdera og fínisera uppskriftir og ætli það sé ekki milli okkar þriggja, að við séum kannski í svona 100 uppskriftum eða eitthvað. Svo er bara úr að velja.